næstu viku voru haldnir jólatónleikar Vegahússins og tónlistarklúbbs Menntaskólans á Egilsstöðum í Frystiklefanum í Sláturhúsinu. Alls stigu rúmlega 10 manns á svið ásamt Jóni Jónssoni og skemmtu viðstöddum. Já, okkur datt nú bara í hug sem sagt hérna hjá Ungmennahúsinu að okkur langaði til að vera í meira samstarfi við Menntaskólann. Og það hefur náttúrulega verið gott samstarfi gegnum tíðina en við viljum gera það ennþá betur. Og fengur þá hérna flugu í höfuðið að vera með jólatónleika. Og við vorum í sambandi við Elísabetu sem tók bara mjög vel í þetta leið. Tala nú ekki eftir að hún frétti að við fengið Jón Jónsson með okkur í lið. Fannst það ekkert leiðilegt. En þetta var bara okkur langaði til að gera eitthvað bara gera eitthvað nýtt með ungmennunum í sveitarfélaginu. Það var basically það sem var hugsunin á bak við það. Ungmennamiðstöðin Vegahúsið frítímaþjónusta fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 25 ára á Fljótsdalshéraði. Það veitt aðstoð og húsnæði fyrir skapandi starf ungs fólks, fræðsla, námskeið, hópastarf og haldnir ýmsir viðburðir. Við erum með viðburði, sem sagt við keyrum þetta hús með viðburðum, þar sem við erum að reyna fyrst og fremst að koma ungmennum svona, hvað maður að segja, í sviðsljósið, svona á framfæri, svo að þau geti mögulega byggt á því, lært að, meira að koma fram og bara að skipuleggja svona viðburði, þótt að sjálfsögðu að við séum svona að leiðbeina, þá þetta fyrst og fremst í þeirra höndum. Það eru 25 krakkar í því, en það er náttúrulega alltaf sama fólki sem virkast. Og í kvöld þá það er náttúrulega engin trommuleikari og engin bassaleikari og svoleiðis, en það er bara gítarleikarar, söngurar og hljómborðsleikari. En sjá þau ekki fyrir sér frekari samstarf? Jú. Allan daginn? Algjörlega. Algjörlega. Engin spurning. Ég myndi allavega vilja það. Ég líka? Já. Ég veit að þið þekkið þetta hérna.